Og þá erum við aftur komin hérna í síðdegissólina á Biskupsbúð við fram að Þingvallakirkju og við fáum þær tilkynningar frá lögreglunni að það sé nú búið að snúa við einstefnunni og umferðin hefur gengið mjög vel og við höfum ekki fengið neina fregnir af slysum, þannig að þetta hefur verið mjög greið umferð í dag. Og við sittum hér enn og áfram og aftur í blíðskaparveðri hér á Þingvöllum en við viljum minna aftur á þessu mótshaldar að leggja mikla áherslu á og það er að það er frítt í rútur frá Laugardalshöllinni, þar eru næg bílastæði og það fara rútur á klukkustundar fresti þaðan, alltaf á heila tímanum. Þannig að þeir sem til dæmis að vilja fara á gospeltónleikan í kvöld, þeir geta fara á heila tímanum, skellt sér í rútu og farið Nesjavallaleiðina til Þingvalla. Nú, við vorum að horfa rétt á hana á leikverk sem að fjallaði kristnitökuna. En mörgur leikur kannski hugar á að vita hvort þetta hafi nú virkilega gengið svona fyrir sig eins og við sáum þetta. Þorgeir hafi nú lagst undir feldinn og svo framvegis. Og við fengum hingað séra Hjalta Hugason, prófessor í guðfræði við Háskóla Íslands og doktor í kirkjusögu. Vertu velkomin, Hjalti. Takk fyrir það. Vertu velkomin. Hjalti, þessi saga sem varðveitt er í Íslendingabók Ara Fróða, er hún að þínu mati, er hún rétt eða goðsögn að einhverju leyti eða kannski öllu leyti? Frásaga Ara Íslendingabók er mjög spennandi að mínu mati vegna þess að hún býr yfir svo mörgum túlkunarmöguleikum. Hún er skráð 120-130 árum eftir atburðina og á þeim tíma höfðu menn allar forsendur til þess að varðveita munnlega frásögn í þetta tímabil án þess hún raskaðist mikið og það er raunverulega ekkert í þessari sögu sem raunverulega kallar á aðra túlkun en tiltölulega bókstaflega sögulega túlkun. Þannig að ég gæti svara spurningunni þannig, já, það er mjög líklegt þetta hafi gerst svona. En síðan þegar við förum að lesa á milli línanna þá koma svo margir aðrir möguleikar í ljós sem veldur því að ég get hæglega litið á þessa sögu sem helgisögu sem Ari setur fram ekki til þess bara að segja frá því hvernig kristnitakkan átti sér stað, heldur til þess að túlka atburðarásina. Og það er einmitt frásögubrotið af feldinum sem er lykillinn að þeirri túlkun. Hvernig túlkar þú feldin og það að hann fór undir feldin? Ari segir raunverulega ekkert í sinni bók annað en það að Þorgeir ljósvetningagoði hafi farið heim í búð sína og breytt á sig feld sinn. Þetta þarf ekkert að þýða annað en það að hann hafi lagst fyrir og breytt hún á sig teppi. Yngri miðaldahöfundar, þeir orða þetta pínlítið öðruvísi. Þeir segja að Þorgeir hafi breytt feld á eða yfir höfuð sér og það setur þetta frásögubrot í algerlega nýtt samhengi. Ef hann hefur breytt yfir höfuð eða upp fyrir haus eins og við segjum einfaldlega í dag, þá er margt sem bendir til þess að hann hafi beitt fornu norrænu spásagnaratferli til þess að komast að þeirri niðurstöðu það hvar heill og hamingja þessa samfélags lá fólkin í framtíðinni. Þetta er svo túlkun sem Jón Hnefill Aðalsteinsson setti fram kringum 1970 og hún er athyglisverð. Sigurður Nordal, hann glímdi líka við þetta fyrr á öldinni og túlkar þetta pínlítið sálfræðilega og leggur áherslu á það að Þorgeir ljósvetningagoði hafi gengið til fundar við spásagnaranda en bætir svo við eigin vitundar. Þýðir það ekki af okkar nútímamáli að hann hafi leitað inn á við, stundað einhvers konar íhugun eða einbeitingu. En hann var alltaf heiðinn maður, þannig að það má nú búast við að hann hafi gripið eitthvað í heiðnina. Jú, og einmitt þess vegna stöldurum við þetta norræna spásagnaratferli að hann hafi hugsanlega beitt því. En kannski við förum líka aftur svolítið að atburðarásinni hér á Þingvöllum að samkvæmt fornum heimildum þá fóru kristnir menn með mun meiri ófrið og vopnabrölti eða kröfðust kristnitöku fyrir 1000 árum en heiðinir menn. Hver er þín túlkun á þessu? Hvernig þetta hafi verið? Var trúarhitinn svona mikill eða? Þarna verðum við kannski að gera okkur grein fyrir því að íslenska samfélagi, það stóð þarna á barmi djúpstæðrar stjórnarkreppu, kannski miklu alvarlegri stjórnarkreppu heldur en það hafði nokkuð tíman hort upp á þessu skamma tímabili sem raunverulega var liðið frá því að Alþingi var stofnað hér á Þingvöllum og allsherjar samfélag komst á. Þannig að
Við verðum að gera okkur grein fyrir því að pólitískir undirtónar voru til staðar í þessu drama á því máli sem við tölum í dag. En hugtakið pólitík var auðvitað ekki til í kringum 1000 og þá gerðu menn ekki þennan skýra greinarmun á stjórnmálum og trúmálum sem okkur er eiginlegt að gera í dag. Þannig að við skulum gera okkur grein fyrir því að þetta tvennt ófst mjög saman í hugum manna. Og það sem menn voru að velta fyrir sér var ugglaust þessi grundvallarspurning: hvar liggur hamingja okkar í framtíðinni? Liggur það í því að halda í hefðir forfeðra okkar, sem voru jú kannski það helgasta sem menn vissu á þessum tíma, eða liggur hamingjan í þeim nýja tíma sem er að flæða yfir löndin umhverfis okkur? Og Íslendingar voru ju ekki einangraðir í kringum 1000, þeir voru í þjóðbraut. Einmitt og fyrst þú nefnir það, þá er það nú kannski skoðun sumra og jafnvel margra að með því að kasta heiðninu og taka nýja sið, þar að segja kristnina, þá höfðum við gengið fyrsta skrefið til Noregskonungs og undir hans lögsögu og þar með höfum við mist sjálfstæði. Ertu sammála þessum skoðunum? Þarna held ég að sé nú gengið of langt í þessa átt. Við skulum gera okkur grein fyrir því að þetta er liður í samruna þróun sem er að hefjast á þessu tímabili og ugglaust má með nokkru móti segja að þetta hafi undirbúið jarðveginn undir atburðina kringum 1260. Þó held ég að þeir hefðu alveg eins gett átt sér stað, burt sér frá því hvort að kristnitaka varð hér árið 1000 eða ekki. En svo verðum við kannski líka að velta því upp hvort að kristnitakan var í raun og veru ekki hugsanlega einungis lógisk þróun eða lógist framhald af þróun sem hafði verið uppi í landinu langan aldur. Það er að segja hvort að hér voru ekki til staðar langvarandi kristin áhrif sem voru búin að grafa sig og við hugsum okkur ábyggilega oft nú á dögum að einhvers konar kristniboð eða trúboð hlyti að hafa verið undanfari kristnitökunar, en trúboðsagan eins og við þekkjum hann er ákaflega stutt. En getum við gert okkur grein eða nokkra grein fyrir trúarlífi og trúarskilningi Íslendinga í upphafi kristni? Ekki nema í mjög grófum útlínum. Við skulum gera okkur grein fyrir því að sá Kristur sem boðaður var hér meðal annars á Þingvöllum, það var hinn sterki, máttugi, sigrandi Kristur sem vissulega á sér stað eða á sér stóð í Nýja testamentinu, hinn uppreisni Kristur sem kemur þar mjög sterkt fram í lokastefjum Guðspjallana til dæmis. Hér á landi fékk hann ábyggilega dálítið norræna, hetjulega drætti og mörgum hefur hugsanlega fallið þungt að rifja upp sögun af Þangbrandi, víkingi sem á líka hafa beitt dálítið grófum trúboðsaðferðum hér. Hann vó einn eða tvo menn að þér er sagt þér. Þó held ég að við verðum að gera okkur grein fyrir því að þarna lá kannski á bakvið annars vegar hetjudýrkunin norræna og hins vegar hugmyndin heiðurinn. Þannig að þegar Þangbrandur hugsanlega greip til vopna til þess að verja heiður sinn, þá var hann nú með vissum hætti kannski að tala máli sem menn skildu og respekteruðu. Tónar fyrirgefningarinnar aftur á móti og hinnar kristilegu auðmýktar, þeir voru nú hugsanlega ekki skiljanlegir á máli 10. aldarinnar. Nú sú kristni sem að Íslendingar tóku hér fyrir 1000 árum var náttúrulega kaþólskur siður og svo rúmum 500 árum síðar þá förum við í gegnum nýsíðaskipti og lútherskan tekur við. Er það þínu mati gæfa eða ógæfa þjóðarinnar að við köstum kaþólskun og tókum við lútherskuna í sögulegu tilliti? Nú eins og fyrri síðaskiptin, þá má segja að síðari síðaskiptin séu svona nokkurs konar lógisk afleiðing af því sem var að gerast umhverfis okkur. Þannig að ég heldur verðum algjörlega að horfast í augu við það að þetta var óhjákvæmileg söguleg þróun en ekki einhvers konar sjálfstætt val sem menn stóðu frammi fyrir. Ég held líka að á ákveðnu tímabili þá hafi okkur hætt til þess að yfirdrífa menningarlegar afleiðingar síðaskiptana til dæmis í því efni að ef við tökum til dæmis kirkjuskreytingar og kirkjulega list þá held ég að það hafi ekki verið upplýsingatíminn sem setti hið
sem setti punktinn á eftir miðaldamenningunni heldur hafi það raunverulega verið upplýsingatíminn tæpum 200 árum síðar. Þannig að það sem ég held að komi út þegar við förum að skoða siðbreytingatímann, það að hann hafi verið vægari, valdið minni og hægfara straumhvörfum heldur en við hefum gert okkur grein fyrir og þar með minni menningarlegum straumhvörfum. En ef við lítum á íslensku þjóðkirkjuna í dag sem ríkiskirkja, hefur það áhrif á sjálfstæði kirkjunar að vera ríkiskirkja? Nú, við leggjum áherslu á það kannski núna að hér sé þjóðkirkju að ræða og sjálfur áliti að það sé raunverulegur munur á því fyrirkomulagi sem ríkiskirkju hugtakið lýsir og þjóðkirkju fyrirkomulaginu. Það að segja að ríkiskirkja fyrirkomulagi það sé miklu fast tengdara við ríkisvaldið heldur en þjóðkirkju fyrirkomulagið Nú, lögin frá 1997 skapa íslensku þjóðkirkjunni umtalsvert frelsi í öllum innri málum sínum, þannig í raun og veru má segja að íslenska kirkjan sé frjáls kirkja eins og lögin segja fyrir í raun og veru. Og sambærileg þróun hefur átt sér stað í Svíþjóð á síðustu árum. Lögfræðilega séð stöndum við nokkurn veginn í sömu sporum og sænska kirkjan. Þar segja menn við höfum rofið tengslin milli ríkis og kirkju. Hér segjum við varðveitum tengslin. Þannig að þetta kannski skilgreiningaratriði þegar upp staðið. Þannig þér finnst að aðskilnaðurinn sé alveg nægur í bili? Ég tel að á hverjum tíma þurfi þessi tengsl að vera til endurskoðunar. Ég tel að lögin frá 1997 boði framför séu eðlileg miðað við þær aðstæður sem hér ríkja, en síðan sé það raunverulega þjóðin sem að svarar spurningunni á hverri stundu raunverulega þjóðkirkju að ræða eða ekki, og það gerum við með nánast daglegri atkvæðagreiðslu hvert og eitt. Tilheyrum við kirkjunni eða segjum við okkur úr henni. Það þar sem spurningunni svarað. En þú vilt taka eitt skref í einu, svona hægt og rólega kannski? Já, ég held það sé eðlilegt og það sé sem sagt hlustað eftir því hvaða vindar blása meðal þjóðarinnar sjálfrar. Það sé þar sem ákvörðunin á sér stað en ekki á þingi til dæmis. En nú kannski erfitt að segja hve margir eru hér í dag nákvæmlega. Tölunni 10.000 eru varpað fram. Finnst þér þjóðin þar hafa sýnt í verki kristni sína með því að mæta, mennst töluðu stundum með 50 upp í 70.000 manns getur komið hingað? Já. Það gaman að velta upp þessari statistík, hvað hún segir okkur og hvað raunverulega þáttaka fólks hér, hvað hún þýðir í raun og veru, eða öllu heldur hvað fjarvera fólks þýðir. Við tölum oft það að kirkjusókn sé lítil hér á landi, en þegar við skoðum íslensku trúarhefðina þá má raunverulega segja það að sennilega hafi Íslendingar aldrei verið kirkjuræknir og íslenskt safnaðarlíf hafi kannski greint sig frá því sem gerðist í löndunum umhverfis okkur á þann hátt að Íslendingar hafi sótt kirkju gegnum aldirnar miklu minna heldur en aðrar þjóðir, og það þá fyrst og fremst vegna búsetuaðstæðna. Íslensku sóknirnar voru svo stórar og það var svo langt til kirkjuvegurinn erfiður á vetrum. Nú gegnir ekki þessu máli, en þá byggjum við á hefðinni eða erum mótuð af henni. Við rækjum okkar trú bara öðru vísi heldur en með kirkjugöngu. Sjálfur gleðst ég mikið yfir þeim mannfjölda sem hér þrátt fyrir allt og þeirri góðu samveru sem þetta Gæði samverunar mæðast ekki í tölum heldur í andrúmsloftinu sem ríkir. Séra Hjalti Hugason, við þökkum þér kærlega fyrir komuna hingað. Og þá kannski komið að öðrum dagskrárliðum. Við erum að hugsa núna að bregða okkur með myndavélina meðal fólksins og rifja eða taka svona inn stemninguna sem var hér á Þingvöllum í dag.
Og nú klukkan 25 minútur gengin í 6 og það farið að líða svolítið á síðdegið og kvöldið fyrir að taka við. En við erum þó hvergi hætt hérna á Þingvöllum því að eftir klukkan 7:30 þá hefjast miklir gospeltónleikar hér á hátíðasviðinu og þar koma nú fram merkir okkar þekktustu og bestu tónlistarmönnum og það eru tvær konur sem hafa haft veg og vanda af þessum tónleikum. Það er Margrét Pálmadóttir og Jóhanna Þórðardóttir og það er stjórna sögnum og okkur tókst að góma þær og fá þær hingað til okkar anspænis okkur. Verið velkomnar báðar þær. Þið eru nú búin að vera hérna á Þingvöllum í dag. Hvernig hafið þið upplifað stemninguna hérna, Margrét? Það búið að vera ótrúlega mátulega rólegt. Þó nokkuð af fólki, ég þarf ekki að slá neina tölu, 3-5.000. En ég hefði ekkert viljað sjá endilega 5 sinnum fleiri eða 10 sinnum fleiri eins og kannski sumar hefur óskað eftir. Stemningin hefur verið indæl, börnin hafa staðið sig vel sem hafa verið að performera. Það er mjög mörg börn komið fram í dag og allir hafa notið dagsins. Já, ég get alveg tekið undir þetta. Ég kom nú aðeins seinna en Margrét og það var þægilegt að keyra hingað upp yfir og dásalegt að koma hingað og sjá hvað þetta er vel skipulagt hérna, svæðið. Þið ætlið að stjórna gospelsöng sem er víst Godspell, guðspjallasöngur er það ekki? Jú. Upprunlega og hvers konar tónlist er þetta eiginlega? Já, þetta er kristileg tónlist sem hefur komið frá Afríku, frá svarta fólkinu þar. Þannig að þetta er... Það kannski ekki okkur síðan aðeins svona, það er svona svolítið mikið swing, já, og það er mikið svona tónlistin er túlkuð meira kannski í gegnum sko rytman og kroppin. Geta Íslendingar sungið svona tónlist? Já, þeir syngja. Erum við ekki alltaf norræn og styrbuseleg? Já, þeir syngja þetta sinn hátt, en við náttúrulega stöndum í því að sjaka. Og svo er tónlistin, hún er gætt þeim hæfileikum að hún leysir upp bæði áhorfandan og flytjandan. Það fara allir að klappa, það fara allir að syngja með og við bara þökkum fyrir að þau taki ekki á loft. En nú er þetta ekki bara einn kór í kvöld? Þetta eru margir kórar? 4 kórar. Já. 3 kvennakórar, Vox Femini, Léttsveitin og Gospelsystur. Þær telja nú bara cirka 130 konur. Síðan er Gospelkór Reykjavíkur sem er undir stjórn Óskars. Já, en hann er nú aðal stjórnandir hérna, stjórnar hljómsveitinni og hefur séð alla tónleikana, en við sjáum kórin. En hvað er þetta þá margt fólk sem verður á sviðinu hjá ykkur í kvöld? Cirka 170. Með allir fínu einsöngurum. Hvað finnst ykkur? Þið nefndu þetta að vera þeldökk músík og við höfum náttúrulega séð öll kvikmyndir eða verið einu öðru formi séð hvernig þeldökk fólk syngur í kirkjum og það er mikil sveifla og mikið gaman. Haldið þið kannski að það myndi styrkja þjóðkirkjuna ef Íslendingar færu að syngja svona í kirkjum? Það er nú dálítið gert að því að syngja sem sagt gospel sérstaklega messur. Ég held nú töluvert sjálf upp á gamla formið okkar. Ég er ekkert endilega fyrir að það þurfi að taka yfir eitthvað gospelform. En það allar kirkjur í dag nánast í Reykjavík eru opnar fyrir gospeltónlist sem var kannski ekki fyrir 10 árum. Og svona, það er komið, gospel er líka, það kemur jazz þarna inni og svona, þetta er auðvitað breytir mikið svona músíkinni en þetta, ég er alveg sammála Möggu að ég er ekkert endilega fyrir það að þetta taki yfir. Þið myndi vilja sjá samt meira af því í kirkjónum kannski? Já. En hvaða dagskrá er það? Hvernig er dagskráin sem þið ætlið að bjóða upp á hérna á Kristnihátíð á Þingvöllum í kvöld? Þetta er blöndu dagskrá en auðvitað kemur þetta mest frá Ameríku. Þetta er svona amerísk gospeltónlist, já. Ég veit ekki hvað ég að segja meira þetta eru negra sálmar og svona trúarleg lög.
og dálítið afrísku. Við byrjum til dæmis á Siahamba sem og það eru margir okkar þekktustu söngurum sem taka þátt, ekki sem heldur betur. Það er Egill Ólafsson, Bubbi Mortens, Björgvin Halldórsson, svo ég byrjum á Strákonum. Og svo Guðrún Gunnarsdóttir og Margrét Eir og Íris Guðmundsdóttir og dásamlegar konur. En Jóhanna, nú þú mikil sönguna, þú ætlar ekki að taka lagið í kvöld? Jú, við tökum báðar lagið, við syngjum með. Þið syngið báðar með, já. Syngið þið mikið gospel svona privat? Já, hún syngur meira gospel, ég syng meira svona suðrænu sveiflu, en þetta kemur allt svona saman. Og þessir tónleikar, þeir verða hérna á hátíðarsviðinu og hefjast á slaginu klukkan 7:30, 19:30. Það einmitt þá sem við ætlum að koma aftur inn í sendinguna, því að nú ætlum við að gera smá hlé. Við ætlum að gera hlé núna á þessari beinu útsendingu sjónvarpsins sem hefur staðið hér stanslaust frá því klukkan 7:30 í dag. Við ætlum að gera 2 klukkustunda hlé, núna klukkan 7:30 til 7:30. Svo verðum við komin aftur hér frá Kristnihátíð á Þingvöllum á slaginu klukkan 19:30. Í gospelsveiflu að sjálfsögðu. Verðið sæl að sinni. Verðið sæl. Traustur banki í 70 ár. Auglýsingar skila bestum árangri þar sem athygli flestra landsmanna er. Samkvæmt fjölmörgum könnunum er athygli flestra hjá sjónvarpinu. Það er því engin spurning hvar þín auglýsing ber árangur. Auglýsing í sjónvarpinu, fjárfesting til framtíðar. Átta ungir menn létust í troðningi á tónlistarhátíðinni í Hróarskeldu í nótt. 2000 Íslendingar eru á hátíðinni, ekki er vitað til þess að neinn þeirra hafi sakað. Talið er að 12 til 15.000 manns hafi komið á kristnitökuhátíð í dag og er það færra en gert var ráð fyrir. Hápunktur hátíðarinnar er á morgun. Skotar færðu Íslendingum vinargjöf í dag, forláta stól sem verður í Alþingishúsinu. Jarðskjálfti af stærðinni 3,7 á Richter varð 1:30 í dag nálægt Hveradölum. Skjálftinn fannst í Reykjavík en gestir á Þingvöllum urðu hans ekki varir. Í dag var formlega opnað vegasamband milli Svíþjóðar og Danmerkur brú og jarðgöng. Geysir í Haukadal byrjaði að gjósa af sjálfsdáðum án þess að þurfa að lækka vatnið í skálinni. Hann gaus í nótt og aftur miðjan dag í dag. Gott kvöld. 8 ungir kallmenn létust og 3 slösuðust alvarlega í troðningi á tónlistarhátíðinni í Hróarskeldu skömmu eftir miðnætti. Mennirnir sem létust voru á aldrinum 17 til 27 ára. 2000 Íslendingar eru á hátíðinni en ekki er vitað til þess að neinn þeirra hafi sakað. 50.000 manns voru á tónleikum bandarísku hljómsveitarinnar Pearl Jam í gærkvöld og hafði hún leikið í 40 mínútur þegar slysið varð. Lögregla í Hróarskeldu hefur staðfestað á meðal hinna látnu síðan minnstakosti 2 Danir, 1 Þjóðverji, Svíi og Hollendingur. 30 manns voru fluttir á sjúkrahús, þar af 3 alvarlega slasaðir. Mikil hræðsla greip sig meðal nærstaddra enda tróðust tugir manna undir. Med hovedet først og land nede på jorden, og kunne overhovedet ikke komme op og lå bare og kiggede på de der mennesker, der fløj frem og tilbage. Og så var der sådan en nordmand, der prøvede at stå og holde dem væk og råbe og skrige, at der lå altså en hernede, ikke? Og der har nok gået et halvt til et helt minut, før jeg kom op på den der jord, hvor jeg så heldigvis fik sagt videre, at nu skulle jeg altså op, ikke? Og fik komme ud og mødtes så med Morten her udenfor. Kári Sturluson var nálægt sviðinu ásamt vinum sínum þegar troðningurinn varð. Þeir sluppu allir ómeiddir. Hann segir að tónleikagestir og flytjendur hafi fljótlega áttað sig á því að alvarlegt slys hefði orðið, þeirra á meðal söngvari hljómsveitarinnar Eddie Vedder. Maður sá alveg andlitsdrættina á svipnum á hann, hann var í losti og endanum brast hann í grát.
Hljómsveitin sendi frá sér tilkynning í morgun þar sem hún segist enn halda að þetta hafi verið slæmur draumur. Hljómsveitarmeðlimir segjast ekki geta lýst líðan sinni með orðum og að hugur þeirra sé hjá ættingjum þeirra sem létust. Einn af skipuleggjendum hátíðarinnar steig á svið nokkrum mínútum eftir slysið. But there have been a lot of pushing and pressure up here, and 10 to 15 people have been badly hurt. We don't know how bad yet, but you'll have to stay calm and wait till we have cleared the situation, please. Ólafur Páll Gunnarsson, dagskrárgerðarmaður á Rás 2, fylgdist með tónleikunum í gær. Honum hafa í dag borist fjöldi fyrirspurna frá foreldrum sem hafa áhyggjur af börnum sínum. Við erum búin að gera reynda voða lítið annað heldur en bara svara í síman. Hinn og þessi er búin að ringja, fólk búið að hringja í mig reynda síðan bara í gærkvöldi og nótt að spyrja mig hvort ég hafi síðan börnið þeirra, sem er náttúrulega alveg skiljanlegt. Ólafur Páll segir að fólk sé mjög slegið yfir atburðum næturinnar og að margir hafi haldið heim á leið í morgun. Já, ég er hérna við aðalgötuna í Roskildabænum og hérna eru búðir allt í kring, allt fyrir neðan mig og fyrir upp á niður götu. Og þessar 2 dagar sem ég verið hérna þá hefur verið svona mikið líf og fjör hérna, alveg bara frá því snemma á morgnana, en það er bara, bærinn er alveg steindauður núna. 100.000 manns voru á hátíðinni í gær og fyrradag. Dagskrá hennar verður óbreytt en skipuleggjendur hennar búast aðeins við 50 til 60.000 manns á tónleika kvöldsins. Og þá skiptum við beint til Þingvalla á kristnitökuhátíð þar sem Elín Hirst er. Já, þakka þér fyrir Bogi. Hér á Þingvöllum hefur verið afar góð stemning í dýrlegu veðri í dag og dagskrán með miklum glæsibrag. En hér hefðu mátt vera fleiri. Talið er að 12 til 15.000 gestir hafi komið á kristnihátíð í dag en skipulagið á að geta annað alltaf 75.000 gestum. Það var ólíku saman að jafna umferðarálaginu til Þingvalla í dag og á lýðveldisafmælinu 1994 þar sem stórir umferðarhnútar mynduðust og bílaraðirnar náðu svo langt sem augað eygði. Mjög lítil umferð var til Þingvalla þegar þessar myndir voru teknar 11:30 í morgun. Samgöngur til og frá Þingvöllum hafa verið bættar verulega en lítið hefur reynt á þanþol samgöngukerfisins á þessum fyrri degi kristnihátíðar. Allt sem hefur gerst hér og allt skipulag og allir hlutir þeir ganga samkvæmt áætlunum gengið bara mjög vel. Ekkert sem við getum sagt að hafi farið úrskriðis, ekki nokkur hlutur. En var ekki gert ráð fyrir miklu fleiri kæmi? Jú, við gerum náttúrulega ráð fyrir að fleira fólk kæmi en þeir sem koma hingað þeir njóta þess vel og fara með bros og vör en þeir sem koma ekki þeir bara missa stórkostlegum degi. En nú munar ansi miklu, var ekki talað jável 75.000 manns hvort dag en hér eru kannski 6-7.000 manns? Nei, það var gert ráð fyrir, við sögðum alltaf við getum tekið á móti, alltaf 75.000 manns en eftir þeim tölum sem ég var að fá frá lögreglunni og þá erum við svo nokkurnig klára á því á svæðin eru milli 12 og 15.000 manns. Það er drift, það er ekki bara hér á við aðalsviði heldur líka annar staðar, þetta er nú á 7 stöðum sem eitthvað er að gerast. En það er auðvitað minna en við gerum reiknuðu með, það er alveg ljóst, við því ekki að gera. Búast má við fleiri gestum á morgun sunnudag sem er hápunktur kristnihátíðar og veðrið lofar góðu áfram. Þessar myndir voru svo teknar klukkan 2:30 í dag en þá hafði umferð lítið þyngst og 2000 bílar voru á bílastæðunum við Þingvelli. En er þetta ekki dýr hátíð miðað við þáttöku? Kostnaðurinn verður alltaf svo sami. Það kostar ákveð mikið að setja svona skipulag upp og fylgja því eftir og þá breytir ekki miklu hvort að það komi 10-15.000 eða 30-40-50.000. Kostnaðurinn verður svo sami. Ég heyrði kostnaðartölur 800 milljónir, fær það staðist? Nei, það er rátt. Það er margbúið að segja það meðal annars í fréttum sjónvarpsins að kristnihátíðarnefnd hefur 324 milljónir til ráðstöfun á árinu en það er öll hennar verkefni. Ég ger ráð fyrir að þessi hátíð kosti okkur 260 milljónir. Það er að segja bara þessi hátíð hér. En það er framkvæmdir sem ráðist verið í og eru þá kannski varanlega líka þessu vegaframkvæmdir, það bætist við eða? Já, það bætist náttúrulega ekki við kristnihátíð vegna þess að þetta eru varanlega vegaframkvæmdir eins og vegurinn hérna í Grafningjum og víðar að það kemur af vegaráætlun og í raun hefur ekki mikið með kristnihátíð að gera nema að því leyti að þeirri framkvæmd var flýtt kannski 2 ár eða svo.
Og hérna hjá mér Davíð Oddsson, forsætisráðherra. Davíð, nú það ríkisstjórnin sem stendur fyrir þessari hátíð sem með eindæmum glæsileg. Ertu ánægður með hvernig til hefur tekist? Ég mjög ánægður með hvernig til hefur tekist varðandi skipulag og skemmtiatriði og það allt saman. Og allt hefur gengið upp. En það svo þú hefur sagt, það mætti vera aðeins fleira fólk, það verður rúnt mannskapinn, en þá rétt að hafa í huga við höfðum þetta 2 daga með hliðsjón af 1994 til þess að dreifa þunganum. En það ljóst að umferðarskipulagið svo gott núna, við hefum getað tekið mótið sama fjölda. Ég held að verði fleira fólk á morgun, það sé hvað þetta glæsilegt hér í dag. Hvers vegna flyktist fólk á Þingvelli 2000 saman 1994 en nú koma mun færri? Hefur það eitthvað með tilefnið að gera? Snertir kannski ekki eins þjóðernisvitund fólks? Það kann að hafa eitthvað með það að gera, en hins vegar þetta stór sögulegur atburður. Nú kannski hefur umferðaröngþveitið þá dregið úr þessu sem var núna hjá okkur. En núna eftir þennan dag þá sjá allir það engin hætta á ferðum, en geta komið hér 1000 saman, 2000 saman og veðrið tekur glæsilega móti og allt skipulagi hér tekur glæsilega móti. Þannig ég vona því að vera fleira fólk á morgun. Og á morgun hápunktur hátíðarinnar? Á morgun hápunktur hátíðarinnar og þá almennu frídagur hvort sem í landinu og sem ekki í dag. Þannig ég held að þá muni fólk sækja hingað. Þingi kemur saman snemmi í fyrramálið og það hátíðleg stund að sjá þingið saman komið eins með sama hætti eins og forðum tíð. Þó meðan sínum ekki undir vopnum hér í kring og síðan verður guðsþjónusta og svo margt annað til skemmtunar einnig á þessu stóra svæði og staðurinn sjálfur eitt heilagt málverk. Það var náttúrulega alveg himnest hér í dag en það auðvitað á að vera himnest á kristnihátíð. Davíð Oddsson, forsætisráðherra, þakkaði kærlega fyrir og biskup Íslands lýsti ánægju sinni með fjölbreytta og metnaðarfulla dagskrá kristnihátíðar og gestir hátíðarinnar tóku í sama streng. Hátíðardagskrán hér á Þingvöllum hófst klukkan 11 í morgun með fánahyllingu við Þingvallakirkju og Lögberg. Skólahljómsveit Kópavogs lék. Að því loknu var opnuð myndlistarsýningin Dyggðirnar 7 að fornu og nýju í Stekkjargjá, þar sem Björn Bjarnason menntamálaráðherra flutti ávarp. Eftir hádegi var barnaguðsþjónusta þar sem biskup Íslands herra Karl Sigurbjörnsson talaði við börnin ásamt séra Guðnýju Hallgrímsdóttur. Fjöldi barnakóra víða að af landinu söng. Hér yndislegt að vera. Veðrið leikur við okkur eins og best getur verið. Einhver sagði að það mætti ekki verða betra. Umhverfið ólýsanlega fagurt og það sem meira að það svo mikil gleði og hrifning og ánægja í því fólki sem maður mætir hér. Það ólýsanlegt. Áttir þú ekki von á því að fleiri myndu koma hérna? Nei, ég átti það nú ekki. Ég vissi svo sem ekkert á hverju maður mátti eiga von. Þetta vonaði ég að margir myndu þykja þetta boð að eiga hér hátíð, en ég gat alveg eins átt von á því að það yrði frekar færri en fleiri. Þetta var annars skotum hátt í morgun þegar við komum. Við byggum sem miklu fjölda og komum hérna á Öxarhryggi eða Kaldadal réttar sagt, og það var einn bíll sem fór fram á okkur og við sáum engan annan á leiðinni. Áttirðu von á fleira fólki? Já, ég skúfföld. Hvernig gekk ykkur að komast hingað, austur? Alveg ljómandi, við lögum á stað klukkan 8:30 og þetta búið að vera mjög ánægilegt hér og það var aðeins að til okkur. Finnst þér þetta passlega margt kannski? Nei, mér finnst það allt of fátt, því miður. Líst ykkur vel á? Já, þetta rosa flott. Áttu von á fleira fólki? Nei, ekki á mér allavega. En veðrið, þetta ekki alveg frábært? Jú, það æðislegt. Ekki trættar að sólbruna? Já, það að bera á mig. Ég setti reyndar ekkert á mig sko, bara. Það var bara sólbrunni. Hvernig líst ykkur á kristnihátíð? Mjög vel. Yndislegt í alla stafi. Áttu þið von á þessu svona? Já, alveg. Það var augljóst löngu fyrir þetta fín dagskrá hérna og lofa bara góðu. Það er bara að koma fleira fólk. Klukkan 18 var kristnihátíð hringd inn allt land. Aftansöngur var í Þingvallakirkju.
Í framhaldi af honum leiddu biskup Íslands og kasseti kardináli, fulltrúi Páfagarðshátíðinni, helgigöngu. Og í kvöld verður svo sjónvarpað beint hérna frá Kristnihátíð og Þingvöllum og hefst dagskrá klukkan 19:30, en þá eru gospel tónleikar hér á hátíðarsviðinu. Í fyrramálið munu þingmenn ganga fylktu liði að Lögbergi til hátíðarfundar og klukkan 13:30 verður hátíðarmessa með altarisgöngu undir berum himni, þar sem hátt á annað 100 prestar þjónar. En við kveðjum frá Þingvöllum í bili. Og við erum búin að fá þær fréttir frá Danmörku og það búið að bera kennsl á alla sem létust á Hróarskelduhátíðinni í gærkvöld. Og samkvæmt upplýsingum lögreglunnar létust 3 Danir, 3 Svíar, 1 Hollendingur og 1 Þjóðverji. Forseti skoska þingsins færði íslensku þjóðinni forláta stólagjöf í dag við hátíðlega athöfn í Alþingishúsinu. Þar verður stólnum fundinn góður staður. Stóllinn all sérstakur að gerð eins og hér sést, minnir á stefni í víkingaskipi og vel fórum Halldór Blöndal forseta Alþingis í honum í dag. Halldór segir stólinn góða smíð. Og þess gætt að engar illar vættir séu hér á stafni, enda var það bannað samkvæmt þeim gömlu lögum Grágásar, svo þeir eru vel að sér skotar og kunna sig. En af hverju að gefa stól? It was not my idea. I don't know why a chair. It's going to be, I think, kept in the old upper chamber here, and simply be a symbol of friendship between Scotland and Iceland, which of course goes back many centuries. En þótt nýji stólinn sé þægilegur og fallegur verður honum ekki skipt út fyrir gamla forsetastólinn hér í Alþingishúsinu. Já, ég kann nú vel við mig í hinum stólnum. Ég get nú ekki neitað því. Jarðskjálfti af stærðinni 3,7 á Richter varð klukkan 25 mínútur fyrir 2 í dag en upptök hans voru 2 km suðaustur af Hverardölum. Skjálftinn fannst nokkuð greinilega í Reykjavík en svo virðist sem hátíðargestir á Þingvöllum hafi ekki orðið hans varir. Nokkuð hefur verið minni eftir skjálfta í dag en sá stærsti 2,5 á Richter varð klukkan 20 mínútur fyrir 2. Nú síðdegis var enn eitthvað smáskjálfta á svæðinu frá Hellisheiði austur af Vatnafjöllum og fylgist Veðurstofan grannt með þróun mála. Eyrarsundsbrúin var formlega opnuð í dag. Harmleikurinn á Hróarskelduhátíðinni í gærkvöld varpaði nokkrum skugga á hátíðahöldin. Þetta mikla mannvirki 16 km langt og í raun blanda af brú, vegum og jarðgöngum. Það tengir saman Sjáland og Suður-Svíþjóð og leysir af hólmi fjöldan allan af ferjum. Smíðin gekk vel og tók 4,5 ár. Kostnaður var það bil 250 miljardar íslenskra króna. Það sem gerist meira en að samgöngur batni milli Danmerkur og Svíþjóðar. Þegar Kaupmannahöfn og nágrenni kemst í vegasamband við Malmö og nágrenni myndast stórborgarkjarni með 4 milljónir íbúa. Þetta verður mjög öflugur kjarni þar sem þarna mikil velsæld, menningarlíf blómlegt og menntun á háu stigi. Svíþjóðarmegin komu sænsku konungshjónin og gengu borð í lest í Malmö ásamt Göran Persson forsætisráðherra og öðru fyrirmenni. Í Kaupmannahöfn gekk Margrét Þórhildur Danadrottning og Hinrik Prins borð í lest og mættust þær á miðri leið. Poul Nyrup Rasmussen forsætisráðherra Danmerkur ávarpaði gesti og myndist þeirra sem létust í harmleiknum á Hróarskelduhátíðinni í gærkvöldi. Jeg vil bede alle om, sammen med mig, i stilhed, at udtrykke vores dybeste medfølelse med de familier og pårørende, som har mistet en søn og en ven. Borgarstjórinn í Malmö bindur miklar vonir við bættar samgöngur og breytingar sem þeim muni fylgja. Bridges opening soon, but about 100 new bridges already has been built. Mental bridges, bridges between the chambers of commerce, bridges between schools, not only universities, also the primary and secondary schools, bridges between different companies that are merging on the both sides, banking companies and so on. En hvað segja Danir Svía þegar þeir komast í þetta mikla nábýli? They are very formal, we say, and they have no sense of humor. What did the Swedes say about the Danes? We drink too much and we are a little
too informal. Framkvæmdin gengur mestu slysalaust og þó. We had one of the tunnel units, it was number 13, which the contractor had renamed 12A to be sure. And of course fate comes and hits you over the head when you do that sort of thing. So we had unfortunately an accident with it. One of the bulkheads sprung a leak and the unit sank. Ekkert varð að fundi Sofíu Hansen og dætra hennar í Istanbul í gærkvöld eins og áætlað hafði verið. Samkvæmt úrskurði Hæstaréttar í Tyrklandi á Sofía umgengnisrétt við dætur sínar frá 1. júlí til ágústloka ár hvert. Að sögn Sigurðar Péturs Harðarssonar, aðstoðarmanns Sofíu, hringdi hún í dætur sínar í gærkvöld á tilsettum tíma og var henni þá tjáð að Hallin, Dagbjört og Rúna væru lögð af stað til fjallaþorpsins Divríki. Sofía hefur síðustu sumur hitt dætur sínar í Divríki en að þessu sinni treystir hún sér ekki í langt ferðalag af heilsufarsástæðum. Geysir í Haukadal gaus myndarlega í nótt og aftur tvisvar í dag eftir hádegi og þurfti hvorki að lækka vatnið í skálinni né að setja sápu í hverinn. Ef það einhver sem í hátíðarskapi í dag á Íslandi, þá það gamli Geysir. Hann ræður sér ekki fyrir gleði. Þetta rauðin frægan sem sett var í skálina fyrir 20 árum til að fá hann til að gjósa aftur og þurfti þó sápu líka með. Hér sjáum við að pókin í rauðinni og samt Gísá gamli. Hann gaus bara strax og maður kom þarna á svæðið. Í nótt gaus hann 1-leytið myndarlegu gosi aftur klukkan 1 í dag og síðan klukkan 3 og svo svona smá skvettur af og til. Hann búinn að hreinsa sig mjög vel, þannig að þetta, það ekki ólíkt því sem verið hefur? Jú, það mjög ólíkt. Og verða þá kannski eitthvað mælt? Munum við koma hingað til að mæla? Veistu eitthvað það? Já, þeir gera það örugglega eftir helgi, sko. Já. Það alveg á hreinu. Þeir fara eitthvað að kanna þetta. Litli Geysir sem þarna fyrir sunnan hefur verið þurr, nú hann allur að koma til. Már Sigursson sagði í samtali við fréttastofu Sjónvarpsins nú í kvöld að hann byggist við að Helgi Torfarsson myndi koma austur að mæla svæðið og það á nógu að taka. Konungshverinn gruggugur. Þetta virðist bæði hafa hitnað og vatnsmagn aukist og sem dæmi nefndi Már að borholur við Neðradal, þær hafa hitnað og þetta mjög óvenjulegt að sjá gamla Geysi í þessum ham og strokkur Gísán afláts á meðan, það fjör í Haukadal. Þessi fréttatími óvenju stuttur að því öllum klukkan 7:30 austur á Þingvöll í beina útsendingu frá gospeltónleikum. Þessum komið þér Einar Örn gjörðu svo vel. Andrés Svansson snemma. Fanney Rúnarsdóttir fyrirliði kvennalandsliðsins í handknattleik leikur ekki með liði sínu Gróttu KR á næstu leiktíð. Fanney á von á sínu fyrsta barni með eiginmanni sínum Hreini Karlssyni. Sömu sögu að segja af Hrafnhildi Skúladóttur, stórskyttu úr FH. Michael Schumacher á Ferrari var hlutskarpastur í tímatökum fyrir Frakklandskappaksturinn í Formúlu 1 í dag. David Coulthard á McLaren varð annar og félagi Schumacher hjá Ferrari, Rubens Barrichello, þriðji. Michael Schumacher hefur ekið einstaklega vel á yfirstandandi tímabili og engin breyting varð á því í dag þegar hann tryggði sér fremsta stæði á rásmarkin í 27. sinn á ferlinum. Hann náði tímanum 1 mínúta, 15 sekúndur og 632.000 á sínum fyrsta hring þegar 27 mínútur voru liðnar af tímatökunum. Hann var síðan nálægt því að bæta tíma sinn á síðasta hring en það tókst ekki. Heimsmeistarinn Mika Hakkinen náði sínum besta tíma á síðasta hring en hann verður í 4. stæði á morgun með tíman 1 mínúta, 16 sekundur og 50.000. Félagi Hakkinen hjá McLaren, David Coulthard, lenti í bilinu í upphitun og varð að nota varabíl sín í upphafi, en þegar 15 mínútur voru eftir í dag fór hann aftur í aðalbílinn og þrátt fyrir léttan snúning á brautinni náði hann næst besta tímanum 1 mínúta, 15 sekundur og 734.000 úr sekundu, en Coulthard kvartaði sáran undan öryggismálum að Magni Kúrsbrautinni eftir tímatökurnar í dag, en hann var nálægt því að keyra aftan á Ralf Schumacher. Rubens Barrichello á Ferrari skaut sér svo upp fyrir Hakkinen í lokin og náði þriðja besta tímanum 1 mínúta, 16 sekundur og 47.000. Schumacher hefur nú náð besta tíma í tímatökum í 3 keppnum í röð og 4 sinnum á tímabilinu. Keppnin á morgun verður sýnd hér í sjónvarpinu í styttri útgáfu vegna kristnihátíðar og hefst útsending klukkan 14:30. Og þá þessum fréttatíma að verða lokið. Þór Jakobsson kemur við hér á eftir, en við förum yfir það helsta úr þessum fréttum. 8 ungir menn létust í troðningi á tónlistarhátíðinni í Hróarskeldu í nótt. 2000 Íslendingar eru á hátíðinni, ekki vita til þess að neitt þeirra hafi sakað. Talið að 12 til 15.000 manns hafi komið á kristnitökuhátíð í dag en það færra en gert það ráð fyrir. Hápunktur hátíðarinnar á morgun.
Skotar færðu Íslendingum vinargjöf í dag, forlátarstól sem verður í Alþingishúsinu. Jarðskjálfti af stærðinni 3,7 á Richter varð klukkan 1:30 í dag nálægt Hveradölum. Skjálftinn fannst í Reykjavík en gestir og Þingvöllum urðu hans ekki varir. Í dag var formlega opnað vegasamband milli Svíþjóðar og Danmerkur brú og jarðgöng. Geysir í Haukadal byrjaður að gjósa af sjálfsdáðum án þess að þurfi að lækka vatnið í skálinni. Hann gaus í nótt og aftur miðjan dag í dag. Fjölmargir listamenn sýndu listir sínar á Þingvöllum í dag og við ljúkum fréttatíma kvöldsins með léttri tónlistarhátíðarsvæðinu en minnum á að fréttatími sjónvarpsins á morgun verður klukkan 8. Strax að loknum úrslitaleik Evrópumótsins í knattspyrnu. Verið sæl. Naut ekki bara naut. Hér ég með 2 steikur úr sitt-hvoru gripnum. Önnur fitusprengd og falleg, hin ekki. Fitan þýðir safi og mýkt og það viljum við hafa á grillinu hjá okkur. Þetta notum við eitthvað annað. Góðir hátíðargestir, Prins Póló opinber styrktaraðili Íslendinga árið 2000. Áfram Ísland! Komdu í kjötborðið í Nýkaup. Við bjóðum eingöngu fyrsta flokks kjöt. Nýkaup, þar sem ferskleikinn býr. Segir sig sjálft. Já, svo bara selja öll hlutabröfin alveg eins og sko, já, það útland sko hérna. Já, er það pilsa? Já, höfum þetta bara allt í dollarum og svo. Já, ég búin að vera í sambandi við Down Jones sjálfan og, já, höfum þetta eins og allt í dollarum. Er það hrárlaukur og steiktur? Það er ekki að svara í síma, ég geti verið að ringja það eitthvað sími eða. Það engin sími hér. Nú, það gæti að það hefur slagt á þessum. Það þessi hérna sko. Gunni. Íslendingar borða SS-pilsur. SS fremstir fyrir bragði. Komið sæl. Það blíðskaparveður á landinu og ekki síst á Þingvöllum. Við getum farið hratt yfir sögu því að veðri breytist lítið næstu dagana. Hér sést kortið frá því klukkan 12 í dag. Yfir Grænlandi mikil hæð og langt suðri hafi lægð og milli þessara veðurkerfa hæg norðaustlæg átt yfir landinu. Veðurathugun í dag klukkan 18 var sem hér sést var heiðskýrt víða og léttskýjað, bjart og gott veður víða hlýtt og mesti hiti á landinu var einmitt á Þingvöllum 24 stig. Breytingi til morguns mjög lítil í rauninni eins og þarna sést það skín á landið og við lítum hér allar að snöggvast á hitasviðið. Það gult allt kring og hér þá spáin til morguns, sunnudag 1. júlí, seinni dag kristnihátíðar. Það spáð 20 stiga hita á Þingvöllum og einnig á norðaustur hluta landsins og annars hæg viðri
þokuslæðingi við Austfirði og annars einu besta veðri. Og í stuttumáli sagt svipað upp á teningnum horfur á mánudag, þriðjudag og miðvikudag, 3. til 5. júlí, að það búist við því að verði hægviðri og bjart víða en ef til vill þegar líður á daginn að sé hætt við síðdegis skúrum og þokuslæðingi víða á annesjum og úti fyrir ströndum. Og við látum þá þetta duga en að lokum með einni áminningu. Það mikið í tísku að tala veðurguðina en það eru hvorki veðurfræðingar né guðfræðingar sem vilja kannast við þau fyrirbæri. Þetta seinni tíma bull sem við ætlum að hætta við og tala þá frekar höfuðskepnur en veðurguði. Takk ykkur fyrir, verið sæl. Ný heimildaþáttaröð. Það var á 7. áratugnum á 19. öldinni sem urðu miklir kuldar. Þá fóru menn að huga að vesturferðum. Saga vesturfaranna rakin og sagt frá sigrum þeirra og ósigrum. Hvernig var þessu fólki innanbrjósts við komuna til nýja heimsins? Lífið var ekki alltaf dans á rósum. Í Vesturvíking í sjónvarpinu á miðvikudag klukkan 21:35. Gott kvöld, kæru landsmenn. Já, í dag var sannarlega hægt að segja sjá sólin leit yfir landið og brosti og landið brosti við sólinni. Slík var veðurblíðan að dagurinn hlýtur að hafa verið veðurguðunum þóknanlegur. Eftir stuttastund fáum við að líta kvöldýrðina á Þingvöllum því þá verður sýnt beint frá gospeltónleikum þaðan. Meðal flytjanda eru gospelsystur, léttsveit kvennakórs Reykjavíkur og Vox Femini undir stjórn Jóhönnu Þórhallsdóttur og Margrétar Pálmadóttur. Þeir einsöngvarar sem koma fram eru meðal annara Egill Ólafsson, Bubbi Mortens, Páll Rósenkrans, Björgvin Halldórsson, Guðrún Gunnarsdóttir, Ellen Kristjánsdóttir og Maríanna Másdóttir svo einhverjir séu nefndir. Og það einnig einvalalið hljóðfæraleikara en það Óskar Einarsson sem stjórnar þessum tónleikum. Laust eftir klukkan 9 röðum komin að bandaríska myndaflokknum Svona var það 76 eða That 70 Show. Þátturinn fjallar unglinga í framhaldsskóla og uppátæki þeirra. Klukkan 9:30 sýnum við fyrri mynd kvöldsins sem bandarísk ævintýramynd frá árinu 1995 sem nefnist Litla prinsessan eða A Little Princess. Þessi mynd byggð á sögu eftir Frances Hodgson Burnett og segir frá ungri stúlku, Söru, sem alin upp í ríkidæmi og umvafin föðurást í ævintýraveröld á Indlandi. Þar kemur að faðir hennar þarf að fara og berjast í stríði og þá Sara litla send í drungalegan heimavistarskóla í New York. Þar gerir skólastýran henni lífi leitt og tilvera Söru hrynur þegar þær fréttir berast að pabba hennar sé saknað í bardaga og hann að öllum líkindum látin. Á einni nótt þessi litla prinsessa svipt öllu, hún stendur uppi allslaus og þarf að sýna hvað í henni býr. Seinni laugardagsmyndin á dagskrá klukkan 11 og það bandarísk sjónvarpsmynd frá árinu 1996 sem nefnist Ekki líta niður eða Don't Look Down. Ung kona leitar til sálfræðings vegna lofthræðslu eftir að systir hennar hrapar til bana. Hún kynnist fólki sem haldið sama kvilla en stuttu seinna fara einhverjir að tínast úr hópnum og það kemur í ljós að það ekki allt með felldu þarna. Óskar Einarsson ungur maður sem hefur vakið mikla athygli fyrir að skipuleggja og sjá skemmtilega og eftirminnilega tónleika hjá Fíladelfíusöfnuðinum. Hann ber hitan og þungan ásamt þeim listamennum sem koma fram af gospeltónleikunum sem hefjast eftir stuttastund á hátíðarsviðinu á Þingvöllum. Við skulum nú njóta þess að heyra marga af ástsælustu listamönnum þjóðarinnar syngja gospel eins og það gerist best. Hingað í beina útsendingu sjónvarpsins
frá kristnihátíðinni á Þingvöllum. Við erum búin að vera hér í blíðskaparveðri í allan dag og hitinn hér á Þingvöllum mældist tæpar 25 gráður og það mun vera hæsti hiti sem mældist á Íslandi í dag. Já, og ekki bara það, Jóhanna, heldur á morgun þá spáð öðru eins blíðskaparveðri hérna á Þingvöllum, þannig að þeir sem ekki komi hingað eiga tækifæri til að koma aftur á morgun og njóta veðursins og þeir sem komi hingað, þeir geta líka notið annars blíðskapadagar. Eins gott að missa ekki því, en nú rétt í þessu að hefjast gospeltónleikar hér á hátíðarsviðinu á kristnihátíð á Þingvöllum. Og þá bara að skella sér í sveifluna hér á sviðinu. Þetta að hefjast beint fyrir aftan okkur. Góða skemmtun.
Góð kvöld og verið velkomin á þessa tónleika í kvöld. Yndislegt veður og yndislegt kvöld framundan. Ykkur er alveg óhætt að koma hérna nær en í það finnið ykkur heima. Svo tónlist sem verður flutt hér í kvöld er kölluð kristileg tónlist. En hvað er það sem gerir tónlist kristilega? Það er ekki takturinn, það er ekki hljóðfærin, útsetningar né flutningur. Nei, það er boðskapurinn sem hún inniheldur. Hún getur verið kannski sálmasöngur, pop, gospel, rapp eða í sjálfu sér hvað sem er, hvaða tónlistarstefna sem er. Davíð konungur samdi marga sálma og lofsöngva. Í einum þeirra telur hann upp mörg ólík hljóðfæri sem voru algeng á þeim tíma. Og hann segir: lofið Guð með lúðurhljómi, lofið hann með hörpu og gíu, lofið hann með bumbum og gleðidansi, lofið hann með strengleik og hjarpípum, lofið hann með hljómandi skálabumbum, lofið hann með hvellum skálabumbum. Og í kvöld þá höfum við mörg ólík hljóðfæri, við höfum tamborinu, hljóðgervil, ramaskítar og margar ólíkar raddir. Og þessi orð Davíðs veita okkur frelsi til fjölbreytileika og hefja okkur yfir landamæri ólíkra tónlistarstefna. Davíð endar þennan sálm á orðunum: allt sem andadrátt hefur lofið drottinn. Og það ætlum við að sameinast í kvöld. Við hófum leikinn á laginu What the Lord Means to Me og það lag er eftir Kirk Whalum. Einleikari var saxofónleikarinn Óskar Guðjónsson og nú koma fram 3 kvennakórar. Þeir eru undir stjórn Margrétar Pálmadóttur og Jóhönnu Þórhallsdóttur. Þetta eru kórarnir Gospel Sistur, léttsveitin Vox Femini. Þær ætla að flytja okkur 5 lög. Þær byrja á laginu Sia Habba, svo taka þær Deep River, All My Trials, Glory Glory og þær enda á laginu gamla góða sálmunum Amazing Grace og það er í íslenskri þýðingu og þýðist Ég trú og ljós. Í síðasta laginu þá er Egill Ólafsson með þeim og svo tekur hann eitt lag að auki. Sia
Ég ætla að syngja fyrir ykkur heimatilbúinn söng sem ég hef skrifað sjálfur sem er örlítil viðauki við trúarjátninguna. Það segir nefnilega: Í mér eru fjöllin firna há, fífilbrekkur lygnar ár. Í mér eru hraunin hrokkin grá, haf og 1000 ár. Takk. Og við klöppum enn einu sinni fyrir þessum fallega kór hér sem yfirgefur okkur núna. Og fögnum öðrum. Sá fámennari en þær syngja og þau. Móðir jörð heitir lagið. Móðir milda jörð.
Við þökkum að máli fyrir. Eitt af helstu atriðum kristinnar trúar kærleikurinn. Og Páll postuli tekur svo sterkt til orða í bréfi sínu til Korinthumanna að hann segir: Og þótt ég hefði svo takmarklausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika þá væri ég ekki neitt. Og hann segir einnig: Kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Og það þessi kærleikur sem gerir gott samfélag betra og hjálpar okkur í samskiptum við náungan. Næst kemur fram Ellen Kristjánsdóttir og hún ætlar að flytja fyrir okkur lag sem fjallar einmitt þetta. Þetta lag eftir Carole King og lagið heitir You Got a Friend.
svo nú má ég heyra. Guð gaf mér auga, svo nú má ég sjá. Guð gaf mér eyra, svo nú má ég heyra. Guð gaf mér auga, svo nú má ég sjá. Guð gaf mér hönd, svo að gjöf get ég meira. Guð gaf mér fætur, sem nú stend ég á. Guð gaf mér eyra, svo nú má ég heyra. Guð gaf mér auga, svo nú má ég sjá. Gamli góði Sunnudagaskólakórinn, Guð gaf mér eyra. En næstur fram á svið og til að syngja með okkur er Þorvaldur Halldórsson. Við bjóðum hann velkominn. Komið þið sæl. Ég heilsa ykkur í Jesú nafni. Ég ætla að byrja á því að flytja ykkur frumsamið lag og texta sem fjallar grundvöll þess að við erum hér núna. Þetta er sálmur páskana og upprisuna og hann heitir Hann lifir.
Þeir fenguðu drottin Jesú fyrir svikakól. Kjötgraður þyrnum gríndur var hann. Síðan þeir neldu hann með níðingum á kross. Þar syndir og illverk manna bar hann. En líkama drottins Jesú lögðu menn þar í litla gröf sem til var búið. Á lendist burtu læri sveina og burri. Lér vakna horfin var þeim trúi. En drottinn Jesús upprisin. Hann lifir, lifir, hann lifir, hann lifir. Og drottinn Jesús upprisin. Hann Kristur, sonur Guðs. Halleluja, hann Kristur, sonur Guðs. Svo þegar frá dauða hans hinn þriðji dagur var, og þangað nokkrar konur gengu að opinni gröf, en það var enginn Jesús þar. Frá engli drottins svar þær fengu. Já, drottinn Jesús upprisin. Hann lifir, lifir, hann lifir. Já, drottinn Jesús upprisin. Hann Kristur, sonur Guðs. Halleluja, hann Kristur, sonur Guðs. En drottinn Jesús upprisin. Hann lifir, lifir, hann lifir, hann lifir. Og drottinn Jesús upprisin. Hann Kristur, sonur Guðs. Halleluja, hann Kristur. Halleluja, hann Kristur. Halleluja, hann Kristur, sonur Guðs. Nú, annar lag ætla ég að syngja og það Negrasálmur. Segir frá því þegar Guð kallaði Nóa til að fara til Egyptalands og ganga fyrir Egyptalands konungs og krefjast þess að hann léti fólkið hans laust. Lagið heitir Go Down Moses. Go down, Moses, way down in Egypt land. Let my people go. When Israel was in Egypt land, let my people go. Oppressed so hard they couldn't stand, let my people go. I say go down, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaoh to let my people go. Thus saith the Lord, both Moses saying, let my people go.
If not, I'll smite your firstborn dead. Let my people go. I say go down, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaoh to let my people go. A solo. Let us now from bondage flee. Let my people go, and let us all grow in Christ be free. Let my people I say, go down, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaoh to let my people go. To let my people go. Við þökkum Þorvaldi fyrir. Næst kemur hingað fram hún Íris Guðmundsdóttir og hún flytur okkur lag eftir Geron Davis sem viðeigandi að syngja hér í dag því það heitir On Holy Ground eða á helgum stað. Bjóðum Írisi velkomna. As I walked on the stage, I sensed his presence, and I knew this was a place where love abides.
On Holy Ground með Írisi Guðmundsdóttur. Í upphafi þá myndist ég á ólíkar tónlistarstefnur og nú í næsta lagi þá heyrum við samvinnu mismunandi stefna. Aðalhluti lagsins stef úr 9. sinfoníu Beethovens og heitir Óður til gleðinnar og í kvöld þá munum við heyra það í örlítið nútímalegri búningi og margir kannast eflaust við það úr kvikmyndinni Sister Act 2 og þetta að sjálfsögðu lagið Joyful, Joyful. Fremst í flokki Hera Björk Þórhallsdóttir, Margrét Eir Hjartardóttir, Íris Guðmundsdóttir og Daniel Hjaltason. Góða kvöldið! Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Hail thee as the sun above, where the clouds of sin and sadness drive your darkened doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with light. Fill us with the light, oh, fill us with the light of day. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Hail thee as the sun above. Clouds of sin and sadness drive the dark cloud away. Find our way in all things born of gladness. Fill us with the light of day. Light of day. Yeah. Joyful, joyful, Lord, we adore thee. And in my life I put none before thee. Cause since I was a youngster I came to know that you was the only way to go. So I had to grow and come to an understanding that I'm down with the king. So now I'm demanding that you tell me who you're down with. See, cause all I know is that I'm down with G.O.D. You're down with G.O.D. Down with G.O.D. Down with G.O.D. Who's down with G.O.D.?
Jæja. Er ekki allir í stuði? Nú er komið að því að við kynnum fólkið á pallinum. Og við byrjum á trompet og flugelhorn og það er Einar Jónsson. Við hliðina á honum stendur og spilar á saxofón Óskar Guðjónsson. Á saxofón, flautu og slagverk spilar Sigurður Flósason. Þá fáum við Ásgeir Óskarsson á slagverk. Og á trommurnar spilar Halldór G. Hauksson. Á hammond og hljómborð höfum við Eyþór Gunnarsson. Og á gítara spilar Sigurgeir Sigurmundsson. Og þar við hliðin á höfum við Jóhann Ásmundsson og hann spilar á bassa. Á hljómborð og gítar spilar Þórir Úlfarsson. Og svo höfum við gospelkór Reykjavíkur. Og innan gospelkórsins starfar minni söngkópur sem kallar sig Gospelkompaníið. Og aðstoð við æfingar og rapsbeitingu, þar höfum við Þóru Gretu Þórusdóttur. Og svo er það maðurinn sem kom þessu öllu saman. Hann æfði bæði hljómsveit og kór. Hann spilar á píanó og syngur hér í kvöld. Það er tónlistarstjórinn Óskar Einarsson. Og þetta er hópurinn sem stendur að og flytur tónlistina hér á þessum tónleikum. En næstur á svið er engin annar en Bubbi Mortens. Góða kvöldi. Fallegu dagur, fallegt kvöld, fallegt fólk. Ég ætla að byrja á því að syngja rólegheitar sálm sem heitir Kveðja. Þar sem englarnir syngja sefur þú, sefur í djúpinu væra. Við hinn sem lifum, lifum í trú að ljósið bjarta skæra. Vekið þig með sól að morgni, vekið þig með sól að morgni.
Drottinn minn faðir lífsins ljós, lát ná þína skína á hann. Minn styrkur þú minn lífsins rós, í bæninni frið ég fann. Þú vekur hann með sól að morgni, þú vekur hann með sól að morgni. Faðir minn láttu lífsins sól, lýsa upp sorgmætt hjarta. Hjá þér ég fann frið og skjól, láttu svo ljósið þitt bjarta. Vekja hann með sól að morgni, vekja hann með sól að morgni. Drottinn minn réttu sorgmættri sál, svala lífnar hönd og slökktu hjartans arma bál, slít sundur dauðans bönd. Svo vagnar hann með sól að morgni, svo vagnar hann með sól að morgni. Farðu í fríði vinur kær, faðirinn mun þig geyma. Aldur og ævi þú verður mér nær, aldrei þér skal ég gleyma. Svo vögnum við með sól að morgni, svo vögnum við með sól að morgni. Svo vögnum við með sól að morgni, svo vögnum við með sól að morgni. Þá ertum við að taka annan sál, en þá að vera að kynna hljómsveituna hérna áðan. Mig langar að kynna fyrir ykkur hljóðmanninn. Þeir gleymast alltaf, hljóðmenn og rótarar og mónotórkallarnir og svona. Hljóðmaðurinn heitir Gunnar Smári og er þarna í húsinu hérna beint á móti sviðinu. Hann á gott klapp, skilið. Og svo er maður hérna sem ég ætla að leyfa ykkur aðeins að sjá, Bjössi Kotti hérna aðeins bara fram á. Þetta er maðurinn sem sér til þess að hljómsveitin heyr í sér og er kallaði Bjössi og kom alla leið frá Sverige. Bjössi, fyrir Sverige. Þarna er hann, já. Gefum við strákar hérna lykilinn í laginu okkar, bara einn tón. Mér langar að aðtók hvort ég get ekki fengið ykkur til aðeins að búa til nokkra tóna með okkur, bara svona þannig að við heyrum það hérna í klettunum. Og þetta er ekkert erfitt, þið þurfum ekki að læra neina orð. Það eina sem þið þurfum að gera er að opna munnin og við ætlum að segja fyrst bara frekar svona temprað, bara svona rólega, svo skulum við hækka okkur upp, bara nokkuð skipti. Ég verð að fá okkur með mér í þetta.
Ég er líka til að púrra mig upp, ég er búinn að vera að veiða hérna í vatnunni allan dag og vera bullandi veiði. Ég ætla að fá okkur til að gera þetta með mér. Er þið tilbúin? Hvað hérna? Hvað svo? Miklu herra! Þetta er að koma. Æ, 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 æ. Æ, 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 æ. Æ, 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 æ. Og regnbogans, réttlát eru verkin hans. Trjánum gaf ég græna lauf, gegnum myrkrið ljós hans flaug. Röngur virðist vegur hans, sá vegur leið til sannleikans. Orð hans færa og gefa frið, faðirinn vakir þér við hlið. Hvíta skattur vínu minn, fyrir ofan himinninn. Sem ofar öllu sá sem gaf þér ljósið. Djúpt, djúpt. Djúpt, djúpt. Og nú förum við einu sinni inn í þetta.
ljósins og benda á þig og gera grín. Þessi gaf herranum árin sín, en vita skaltu vinu minn. Fyrir ofan himininn einn sem ofar öllu sá sem gaf þér ljósin. Vita skaltu vinu minn. Fyrir ofan himininn einn sem ofar öllu sá sem gaf þér ljósin. Takk fyrir mig. Já, það er orð og sönnu, elska skaltu, náungan. Næst kemur fram Guðrún Gunnarsdóttir og hún ætlar að flytja fyrir okkur 2 lög. Fyrra lagið sem hún flytur heitir High and Mighty og er eftir Dolly Parton og er kannski einna þekktast í flutningi Oslo Gospel Choir. En það kom út á geisladisk þeirra Get Up og það var árið 1994. Hún flytur einnig lagið He Brought Me This Far og höfundur þess lags er engin annar en Andrei Krauts. He is high and he's mighty. He is high. He is there and never waiting, reaching out to you and me.
Þetta lag var eftir Dolly Parton og hér kemur lag eftir Andri Kraut sem hefur nú gert mikið fyrir gospel. He brought me this far. He brought me this far. Yes, yes. God brought me this far. He brought me this far. And He's gonna take me all the way. I believe that He will. Said He's gonna take me all the way. He brought me this far. He brought me this far.
Jæja, Jóhanna Vigdís, nú förum við að ljúka þessari beinu útsendingu hérna í kvöld sem staðið hefur hann sleitulist frá hátíð í dag. En Kristihátíð á Þingvöllum, hún heldur áfram á morgun sunnudag og við hefjum beina útsendingu okkar klukkan 9:55 í fyrramálið og sýnum beint næstum því allan daginn. Við þakkum ykkur fyrir samverun í dag. Gospel tónleikarnir hérna á hátíðasviðinu á Þingvöllum, þeir munu duna eitthvað örlítið áfram, en við þakkum fyrir okkur, verið þið sæl og hittust aftur í fyrramálið. Verið þið sæl.